Jæja, þetta þá fyrsti dæmatími í línlegri algebru. Ég sé það vantar í stundaskráni hjá okkur 2. september dæmatíman, þannig ég tek þetta bara upp. En svo í næstu viku þá hittust við á 3. degi. Það er ekki úrvald á mýflugu. Ég ætla þá að fara yfir þessi dæmi, þá ætla að skila dæmi 10. Og fyrsta æfingin, ekki bara skrifa þetta upp, hérna búum okkur til eitthvað smá pláss, og æfing 1-3-1, hún var þannig: setji fram reglu Pýþagórasar. Og ég ætla ekki að skrifa það, þetta svarið bara regla Pýþagórasar. Svona, svo nota maður þessa skammstöfun regla Pýþagórasar, og annarkvort byrja maður reglur með því að segja látum eitthvað vera gefið, eða við byrjum bara á ef. Þess að þá fáum við forsendurnar, og þær eru svona: ef þríhyrningur, eða slum bara segja ef rétthyrndur þríhyrningur hefur skammhlíðar svona A og B og langhlið C. Þetta er forsendan. Þá er afleiðingin. Þá er A í öðru pluss B í öðru og C í öðru. Og ef við notum leiðingartáknið, þá getum við sett forsenduna undan því. Ef að þetta var í forsendan: gefin er rétthyrndur þríhyrningur með skammhlíðar A og B og langhlið C, og þetta væri nú allt saman A-ið, og við myndum við lesa þetta svona: og B er fullyrðingin, A í öðru pluss B í öðru er jafnt og C í öðru. Það er eitthvað að minna á bara hvernig við lesum svona tákn. A er ykkur fullyrðing og B er ykkur fullyrðing ef á undan fullyrðingunni A og þá á undan fullyrðingunni B. Þannig lesum við þessa leiðingu. En við þurfum hann ekki svo sem, við getum bara að skrifa þetta út. Æfing 1-3-2. Æfing 1-3-2. Þá áttum við að setja fram umhverfa reglu Pýþagórasar, eða öfugregla Pýþagórasar stundum, og ég bara skrifa hana. Þetta sé einhvern veginn venja, öfuga, stóttar, regla Pýþagórasar. Þá byrjum við með þetta hér. Og ef að segja að við höfum þríhyrning sem að hefur, ef við höfum þríhyrning fyrir augunum, við skulum bara segja ykkur punkta líka, það er kannski ágætt þá. Þetta er svona skýrara. Við fyrst teiknum okkur mynd sem hjálpar okkur að segja það sem okkur langar að segja, A og B og C, og hérna megum við ekki álykta hornið fyrst. En nú skulum segja svona: látum þríhyrning Látum þríhyrning með hornpunkta A, B og C vera gefin.
vera þýðing og segja hvað hlíðarnar heita með skammhlíðar og þá kalla þessan á móti punktinum A, svona kalla hana A. Ef við sjáum hérna að þetta strikið BC, stundum lætum þetta bara nægja. Þetta nákvæmur að setja þetta undir en þetta nú svona gömul hefð. Látum ABC verið þýðing skammhlíðar A sem þá strikið frá B til C og B sem þá strikið frá A til C. Hérna B og hérna litla B. Það strikið frá A til C. Og A, litla A og litla B eru tölur, þannig við ætlum að vera mjög nákvæm. Þá tökum við litla lengd striksins, þannig þetta er því svona nákvæma tákmál. En við sjáum á samhenginu, við sjáum af samhengi að A og B eru þetta tölur, þetta er einhverja lengdi sem við erum að mæla. Og þá erum við komið með þetta, við erum búin að tala um skammhlíðarnar, þá þurfum við að tala um langhlíðina, við erum teikna þetta inn svona. Og langhlíð C og hún er þá beina línustrikið frá A til B og lengd þess. Og svo hættu við að skrifa þetta svona. Þetta eru öfugareglan. Nú, þetta er gefið. Og nú notum við ef og þá. Ef, ég ætla að sleppa að skrifa ef. Þetta er, við bara setjum landslægið. Ef A í öðru pluss B í öðru er jafnt og C í öðru, þá er þríhyrningurinn A, B, C er rétthyrndur. Svona, þannig að ef að formúlan jafna fyrirgefið formúla Pýþagórasar, ef við segjum kannski bara jafna Pýþagórasar, ef að hún er uppfyllt fyrir einhverjar tölur A, B og C, þá getum við litið á það sem lengdir í rétthendu þríhyrningi. Svoleiðis að við horfum núna á þessar reglur tvær saman, regla Pýþagórasar hér, hvað er þetta? Regla Pýþagórasar hér, öfurregla Pýþagórasar hér. Sjá núna að í reglum Pýþagórasar þá er þetta forsenda og þetta hér er afleiðing. Í öfugri reglu Pýþagórasar sem að við getum sannað, þið fá hugmyndasönnunni í bókinni og síðan heitt svona æfingadæmi ef þið viljið gera þetta. En ef við tökum þessar tvær reglur saman í eina, þá höfum við svo kallega tvíleiðingu og það er hún sem skilgreinir. Það er hún sem skilgreinir rétt horn. Og þess að þetta er svona mikilvægt. Að við getum sem sagt tekið saman í eina reglu að A í öðru, B í öðru, jafnt og C í öðru, og þetta er landslagið sem stilt er upp. Þá er þríhyrningurinn A, B, C rétthyrndur og í hinn áttina, ef þríhyrningurinn er rétthyrndur, þá gildir jafnan. Og þessi hérna tvíleiðing, þessi leiðing til hægri og leiðing til vinstri er tvíleiðing, forsenda. Það má taka hvort heldur sem er sem forsendu og hvort heldur sem er sem afleiðingu, þess að stendur vinstra megin og hægra megin tvíleiðinguna. Það er þetta sem við kallum saman reglur Pýþagórasar. Það eru tvær. Og höldum þá bara áfram. Hvað var svo næst? Æfing 1, 3, 3. Þetta er ekkert skiladæmi en þeir eru bara allir mikilvæg og við svona setjum þetta ekkert endilega skilabúning og ég skrifa nú bara það sem ég sé hérna. Bókin opnaði fyrir fram að mig.
Gefið er að réttendur þríhyrningur hafi skamhliðar x og 5. Bara leifa mér að þetta er æfing 1, 3, 3 og ætla að leifa mér að teikna bara myndina. Gefið er að réttendur þríhyrningur, þá takna það með réttu horni hér, hafi skamhlíðar, nú veit ég ekkert hvort er lengra, x eða 5, hafi skamhlíðar x og 5 og langlið hans er 13. Nú er bara að færa þetta inn og finnið x. Svona. Finnið x. Já. Og þetta er svolítið skemmtilegur brandar í svona sænsku blaði sem ég sögti mann, þá kom svar frá nemanda. Denni hær og þá var búið að finna x. En það sem áttir þetta við ef maður reikna út hvað x er samkvæmt reglu Pýþagórasar. Lausn. Og þríhyrningur er réttendur og þá megum við álíta samkvæmt reglu Pýþagórasar að þessi jafna gildi. Það er það sem við notum. Og segjum bara að þessi 5 og x er hlutverki b-sins og c er 13. Og svo leysum við úr þessu fyrir x. Þannig x í öðru er jafnt og 13 í öðru mínus 5 í öðru. Þetta er svona 2 leiðir. Við getum notað samákareglu þegar við viljum. Ég ætla að stróka þetta út svo. Þess að ég geti sagt 13 mínus 5 sinnum 13 pluss 5 og þá er ég búin að beita þessi venjulega margföldun en þetta er ekki til betra þannig við skulum bara reikna upp úr ferningstölunum og 13 í öðru er 169, 5 í öðru 25, tökum 25 að 169 og það setja hér þá frá 144 en 12 sinnum 12 er einmitt 144. Setja þetta svona. Og ef x í öðru er 144 þá er x annarkvort 12 eða mínus 12 en af því að þetta er hlíðarlengd, það var orðað þannig þá finna sko lengd. Það var orðað þannig í dæminu þá látum við nægja að segja að x-ið er 12. Og við vitum samt alltaf að við setjum mínus 12 hér inn. Ef ekki væri verið að tala sérstaklega lengdir, þá væri það líka svar. En rétt svarið þá x er strangt í ákvæða talningin 12. Svona er bara talningin 12. Hvað svo meira? Við ætlum bara að ganga á röðun og reikna öll þessi dæmi. Hvort við kunnum þetta ekki í næsta dæmi. Við erum með 4 æfing. Og gerum það. Æfing 1, 3, númer 4, hún er svona. Finnið x og það er svona svipað mynd. Finnið x, þá var myndin, þetta er alveg sama dæmið. Númer hér er 12, hér er x og hérna er 13 og það getur auðvitað sagt að den er her og sagt að þessu sé lokið en skulum ekki gera það. Setja þetta bara hérna til hliðar svo að það sjáist nú kannski allt. Þýðningum var réttendur, það var gefið. Þá tóknum við það með þessum. Hætti stillum bjöfnunni 12 í öðru pluss x í öðru er jafnt og 13 í öðru og það er jafngilt. Þá er x í öðru jafnt og 13 í öðru mínus 12 í öðru 13 í öðru mínus 12 í öðru og ég geti auðvitað sagt 169 mínus 144 en núna ætla ég að nota samákaregluna því að töluðar 13 og 12 er svo nálægt hvort annarri. Þannig að 13 pluss 12 það er skrifana 13 pluss 12 og síðan 13 mínus 12.
það var svo lítið að reikna. 13 pluss 12 eru 25 og 13 mínus 12 er 1 og 25 sem er 25, þannig þetta er komið. Svoleiðis að x-ið er 5. Svona. Og við viljum bara muna alltaf eftir því að það er auðvitað jákvæðan rót almennt, því að því dregur rótina af x öðru þá er það tölugjöld af x sem er 5. Það er náttúrulega nákvæma svarið sem við verðum síðan að muna að skrifa alltaf þegar maður finna hver hliðarlengdin er. Og þessi hérna segir x getur verið 5 og líka þegar við tökum tölugildi x getur verið mínus 5. Svörum þessu bara svona. Það er ágætt. Finnið x og við segjum með þessari hérna tölugildi af x er sama x að því erum leita lengd og hún er 5. Svona enn betra. Jæja, nú næsta dæmi. Æfing 1, 3, 5. Æfing 1, 3, 5. Setjum a jafnt og 12 og b jafnt og 5. Það skrifa þetta. Setjum a jafnt og 12, b jafnt og 5. Og fyrir hvað það sé. Fyrir hvað það sé, já þetta er svona, fyrir hvaða sé eru a, b og c hliðar í rétt hirndum þríhyrningi og krossapróf, hérna er a, kassi, b, kassi, c, kassi og við vitum að þetta er þýðningu sem þetta er að nota við smíður húsi. Við erum búin að sjá það hérna í tveimur síðustu dæmum 5, 12 og 13 og hvað tölur voru gefnar? Hérna var allir að tala 13 í dæminu, hérna var eitthvað annað, ekki 13 og hérna var eitthvað annað. Þannig þetta svarið 13. Jæja, og dæmið 6. Eða æfing 1, 3, 6. Það stendur að ég lesa upp dæmið, lítum á ferningstölur. Fljótreiknað er að, ég ætla ekki að skrifa allt upp því, flettið bara þessu upp í bókinni. 4 í þriðja pluss 3, fljótreiknað er að 4 í öðru pluss 3 í öðru eru 5 í öðru. Þetta er frægur tölur. Svo er spurt hvað af eftirfarandi er rétt ályktun tölurnar 3, 4, 5. Og hérna í A-lið er sagt tölurnar 3, 4, 5 eru samlíkjandi heiltölur. Það var ályktunin hér. Það eru samlíkjandi heiltölur. Þess að 3, 4 og 5 eru samlíkjandi heiltölur. Og það er bara rétt. Það er engin heiltala sem kemst á milli 3 og 4 og engin heiltala sem kemst á milli 4 og 5 og það er saman þar árið og samlíkjandi. Það er svona, sækja okkur orðfæri, samlíkjandi og það er þá í B var sagt þríhyrningur með hliðarlengdir 3, 4, 5 er réttendur þríhyrningur. Svona 3, 4, 5 er rétt hyrndur þríhyrningur og við vitum að það er rétt.
Næsta dæmi, nummer 7, það eiginlega alveg eins. Æfing 1, 3, 7, þá spurt út jöfnuna 8 í öðru, 6 í öðru, jafnt og 10 í öðru og þetta náttúrulega bara smiðist þríhyrningurinn, 3, 4, 5 í dulbúningi því 8 náttúrulega 2 sinnum 4 í öðru og 6 2 sinnum 3 í öðru og 10 2 sinnum 5 í öðru og við getum náttúrulega notað veldareglurnar og tökum fyrsta liðin, þetta eru 4 sinnum 4 í öðru og svo 4 sinnum 3 í öðru og 4 sinnum 5 í öðru, deilum við gegn með 4 þess að jafn gilt og þetta hér jafn gilt, þá þetta 4 í öðru pluss 3 í öðru, jafnt og 5 í öðru og svo verður að spyrja spurninga hvað þetta að segja þessar tölur og í þessu dæmi fullyrðingin 6, 8 og 10 eru samlíkjandi sléttartölur, svarið þetta já. Það er bara svona og þetta og þríhyrningu með þessar skamliðar og þessar langliðmyndar réttinda þríhyrning og svarið já. Þess að 64 pluss 36 100 og dæmi 7 dæmi 8 kannski mest spurt þetta dæmi æfing, já æfing 1, 3, nummer 8 sýnið að umreikna megi jöfnuna x í öðru pluss x pluss 1 í öðru jafnt og x pluss 2 í öðru á formið x mínus 1 í öðru jafnt og 4. Þetta form gott af því að við sjáum að x mínus 1 verður að vera 2 eða mínus 2. Þetta var A-liður og B-liður. Hvað er svo? Sýnið að jafnan. Sýnið að jafnan. X í öðru pluss x pluss 1 í öðru. Jafnt og x pluss 2 í öðru. Hún fyllt. Sönn aðeins. Ef x 3 eða x eða ef eða ef x jafnt og mínus 1 og þá lýsum við A-lið lausn á A-lið og við margföldum hérna upp úr þarna geislinn vinstri hliðinni og síðan hægri hliðinni. Til að skrifum þá upp það sem að gefur x í öðru pluss x pluss 1 í öðru. Þetta x pluss 2 í öðru. Af þessu hlýst til að x í öðru skrifa það beint upp. Ferningsregla summu x í öðru pluss 2x pluss 1. Hér höfum við x í öðru pluss 4x pluss 4 eða 4
Við sjáum að hér x í öðru í báðum liðum og þá leggjum við mínus x í öðru við báðar liðar, það þetta fer og eftir stendur að x í öðru pluss 2x pluss 1 jafnt og 4x pluss 4 og við færum síðan bætum mínus 4x við hvora hlið, þá stendur þarna x í öðru, drög mínus 4x af báðum hliðum, þá bara eftir mínus 2x hér, pluss 1, hérna höfum við þá bara eftir 4. Við gerðum þetta svona af því að það verður að biðja þessa jöfnu, þannig að við þurfum einhvern veginn að setja hann upp þannig. En þetta þá, svo þáttum við þetta, samkvæmt ferningsreglu mismunar kölluð. Þannig að x mínus 1 allt í öðru 4. Og hérna höfum við alltaf svona leiðingarör, stundum segi það því gátt fyrir maður að reikna, en það skiptir máli að hún gengur í báðar áttir. Ef þetta hefur verið gefið, þá þau geta skrifað þetta hér, þetta er jafngildar jöfnur. Eins ef þetta hér gefið, þá þau geta bætt x í öðru við báðar hliðar. Þannig að þessi gæti maður reiknaði þess áttina. Og ef þetta gefið, þá meðum við náttúrulega þátta bara og þátta hér. Þannig að þetta gildir allt í báðar áttir. Þessar tvær jöfnur, þessi hérna og þessi jöfna því jafngildar. Þær hafa því alveg sömu lausn. Það eru sömu tölurnar sem uppfylla þær. Og í B-liðnum eigum við að sannfærast það eru bara tvær tölur sem koma til greina. 3 og mínus 1. Lausn á B-liður. Við sjáum að það sem bara ef x mínus 1 í öðru jafnt og 4 þá tölugildið af x mínus 1 2 og þannig þetta getur orðið mínus 1 fyrirgefið mínus 2 eða pluss 2. Þá það eina sem kemur til greina, þá x mínus 1 jafnt og 2 eða x mínus 1 mínus 2. En þá x jafnt og 3, þá erum við að leysa þessa hérna jöfnu fyrir x, eða x-ið og bætum við einu við hér, þá bætum við einu við hér, x-ið mínus 1. Aðra lausnir koma ekki til greina. Geta sagt það af því að koma ekki til greina, þá erum við bara svona þá erum við að segja frá því að við erum nátt okkur af því að það er mesta leið þessar tvær og engar aðrar. Aðeins ef. Nóttan efið. Og eitt enn, það svo, það skiladæmi og ég ætla að setja smá stopp hérna. Já, ég ætla að færa þetta fyrsta skiladæmi bara beint inn í LaTeX-skjal. Svona og fara bara aðeins heim og skoða þetta. Og það sem ég gerði var bara að finna hér, ég merkti við það og tók afrit og þetta kom í hingað og ég var eitthvað byrjaðar af þessu en sjá bara fyrsta dæmið, ég ákvað hérna að tekka bara
og svona sjá stróka aðeins út þannig það get ég útskýrt það sem ég er að gera. Ég ætla bara að gera þetta svona núna fyrir þá sem að vilja tilenga sér að tekka. Þess að það fegi villu, þannig ég þarf að finna hann áður en ég held áfram og hún er farin. Þannig að ég setur kannski hinn dæmin á blað sá hann til þess að sýna hvað þá setja þetta inn en ég held allir kunni þetta nú orðið. Hér er nú eitthvað draugur sem þarf að fara. Svona. Og þá skulum við aðeins ráða í það sem hér stendur. Þetta er ein leið til þess að tákna þríhyrning. Nefur skamhliðar A og B og langhliðinni hér. Þetta þýðir bara að nú mælum við sko lengdirnar í þríhyrningnum. Sem sagt, og lengsta hliðin er alltaf aftast. Ein hliðin er A, ein hliðin er B og lengsta hliðin er 1. Nú ef að 2 hliðar eru jafn langar og ein er styst, þá skiptir ekki máli hvernig við röðum þeim lengri hér. Og ef þetta með 60 gráðu þríhyrningur, þá er allar hliðarnar jafn langar, A. En við höfum aðeins áhuga á svo sem réttindum þríhyrningum í svipinn og þetta er þá bara skilgreining, svona þrennd, kallast Pýþagórska einingaþrennd ef A og B eru ræðar tölur. Þetta er til þess að allt sé nákvæmt. Og A í öðru pluss B í öðru jafnt og 1 eins og segir hér. Sem sagt, þetta er einhver punktur á einingarhring þar sem við endum með strikinn. Ef A, B er til dæmis hnitpunkts, þá er hann á einingarhringnum og svo ef að gera ráð fyrir því að til sér að tala og sína síðan ef þetta kemur í staðinn fyrir A og þetta kemur í staðinn fyrir B þá muni það gilda að A í öðru pluss B í öðru verði 1. Við þurfum að sanna þetta og á svona jafngilt að segja sko að teljarinn hér í öðruveldi pluss teljarinn hér í öðruveldi verði 1 pluss T í öðruveldi. En þá eru náttúrulega komin í einhvern hring sem er stærri heldur en 1 því að þetta verður þá geislinn. Og við byrjum þá bara, ég ætla að byrjaðu nefnarunum, skrifa 1 mínus T í öðru og svo 2 T í öðru eins og kemur hér. Og svo reiknaðu upp á svígum. 1 mínus T í öðru allt í öðru er samkvæmt fætningsreglu mismunar 1 og svo tvísarsinnum margfeldi liðana í mínus, af því að önnur er mínus. Og svo T í öðru, það er T í fjórða og svo hef ég bara notað veldareglur hér. 2 í öðru er 4 og T í öðru er, T í öðru. Og hér hefur þá bara 2 sambærilega liði. Þetta er 4 T í öðru og hérna tökum við 2 svoleiðis af. Þannig að næsta skref er auðvitað að skrifa 1 pluss 2 T í öðru pluss T í fjórða. Og skulum við gera það. Ég er þá komin hingað og hérna nota ég umhverfi til þess að skrifa stærðfræði sem er notað til þess að svona miðju jafna það er að segja raða jafnaði merkjónum upp lóðrétt, það er svo þægilegt að lesa það og þá set ég þetta tákn og táknið eða ampersand það sem ég ætla að miðjafna og nú sjáum við það sem ég er búin að reikna og ég ætla þá að búa til nýja línu, það er táknað með svona 2 strikum eða skrifa bara bakarista new line og ég veist brótt ágætt að stilla þessu svona upp. Ég má alveg hafa þetta út á enda, MATLAB, LaTeX er alveg sama það, hvar maður setur í næstu línu. En
ef maður er búin að venjast þessu þá er þægilegt að setja svona upp, en hvað sagði ég? Þetta er þá 1 + 2 t í öðru, og svo kannski til þess að fólk sjáu það skýrar, þetta er t í öðru, þá skrifa ég bara t í fjórða svona, sem er deildarreglum. En þá blasir við að þetta er ekkert annað heldur en ferningsregla summu sem við erum að nota. Ef eitthvað þarf að rifja upp ferningareglur, og þá er það á blaðsíðu 29 til 31 í bók A í stærðfræðinni. Þannig hér fáum við bara 1 + t í öðru, allt í öðru. Og þá er nú svona eiginlega það mesta komið. Við sjá hvernig þetta kemur út á blaðinu. Og það er ekki rautt ljós, þannig að þetta er þá rétt. Nú ef við viljum sýna þetta bara í einni línu, við viljum alltaf að gæta að ég bara hvað er vel læsilegt, þá ég kannski allt til að sleppa þessu og sleppa þessu, af því að þetta er svona, þessu hér, þetta rúmast vel í einni línu og er svo sem alveg ósköp eðlilegt að sjá bara byrjun og endi á þessum reikningum. Svoleiðis að ég hef sýnt að 1 - t í öðru allt í öðru + 2t allt í öðru er 1 + t í öðru allt í öðru. Nú þá deilum við bara í gegn með þessu upp í hornlið hér. Og þá segjum við bara frá því. Deilum með 1 + t í öðru, svona, og allt í öðru veldi, upp í, sem sagt, hornlið hér, kannski betra að segja í gegnum jöfnuna bara. Og skulum þá segja hvaða jöfnur við erum að nota. Þetta er önnur leið til þess að setja allt í stærðfræðiham í gegnum þessa hérna jöfnu. Við erum búin að sjá að þetta er bara aljafna. Þetta er bara það sem er vinstra við jafnaðarmerkið er alltaf fyrir allar ræðartölur það sama og stendur hægra með jafnaðarmerkið. Svona, deilum það bara með hægra hliðin í gegn og þá náttúrulega kemur 1 hægra megin. Svoleiðis að við erum svona búin að segja frá því hvað ætlum að gera og þá ger ég það. Og fáum þess að spara setja þetta aftur hér. Já, svona og já, þessu er of ekki. Og til þess að búa til brot og notum við frakk fyrir fraksjón. Þetta er slaufa utanum teljaran. Ég ætla að deila með 1 + t í öðru. Allt í öðru. Og líka hér. Og svo nefnar hann í sér slaufu. 1 + t í öðru. Og allt í öðru. Og svona sýni ég lesanda hvað er að gerast hér. Ég er að deila þarna uppi. Ég var ljókar að taka afrit. Maður er vanur að tekka þá maður fljótur. Mikið fljótur að tekka á tölvuheldurinn og er að gera þetta svona á bretti. En þetta síðasta sem ég gerði er 1. Og skoðum hvernig þetta kemur út. Tósa aðeins í þetta. Og skoða. Þetta er ekki
alveg formið, en nú getur notað veldareglu sem segir sko ef A í öru á móti B í öru, hafi ég það, þá get ég sagt A á móti B allt í öru. Og segjum bara frá því. En þá og notum aftur bara þetta hérna, bakar í staðið þess. Og hér setjum við stærðfræði texta. Nú get ég aðeins spara með vinnuna og fengið lánuna það sem ég var að hugsa. Og þá þarf ég svona aðeins að passa mig bara. Þetta þetta, já, ætla að keyra. Nú þarf ekki þennan hérna lengur. Ég var bara að sýna þeim sem les hvað að gerast. Og ég var að setja sko þetta hérna, ég tek veldið hér, tek veldið hér og ég maður meira að taka svigana líka, svona nú þetta allt saman inn í sviga sem ég set utan allt. Nú fer þetta sko inn í stóran sviga, svona, og hann fer í annað veldi. Svona áður en að ég tek þennan lið, svona að sjá hvernig þetta kemur út. Sjáu því, nú þetta alveg verið að komið. Ég var að sýna að þessi veldi brúst þessi veldi verði einn. Og ef við viljum til dæmis hafa svigana stóra, þá má líka gera svona left og right, hægri og vinstri svigi. Þá svona stækkar latex þetta þannig að brotið falli vel inn í svigan og allir gera það sama við það næsta. Og ég ætla að setja annað veldið utanum frakk eða sem sagt brotið. Svona, eins og áðan. Og mér fannst þetta bara fallegt. Ég nota vinstri sviga og hægri sviga. Svona. Og hérna ætlaði ég að hafa bússi. Ég ger þetta nú ekki aftur á svona bretti. En allt í lagi. Og þá er ég búinn að reikna, en þetta þýðir einmitt að skilgreiningunni sem hérna frá ofan. En þessi niðurstaða þýðir einmitt að ég bara fá það að lána þríhyrningurinn hérna. Nei, þessi. Hérna hann. Þessi hérna. Maður endar oft dæmi á því að svara með, eins svipuðu orðalagi og var sett fram í spurningunni. Enda var oft lausnin að sýna því. Og kannski bara fallegra að hafa þetta svona, ýta þessu niður. Bara læsileika fyrir mig því ég horfi á lausnina mína síðan mér. Og svona. Og hafa þetta svona. Og punkt. Þá þetta nú bara komið, held ég. Og þá les ég þetta bara yfir. Það ég að gera allt sem beðar þetta kemur einhver skilgreining og samkvæmt skilgreiningunni á ég að setja þetta allt í annað veldi og koma út inn og þetta bara reikningar.
auðvitað hefði mátt bara byrja beint að setja þetta hér í annaveldi hérna, allt í annaveldi, sem sagt byrja svona og reikna og þá endanum kæmi út 1 og nú sé ég villuna mína, ég gleymi að setja hér í annaveldi, ég fyrir ágætt að lesa yfir, svona og ég keyri nú og smelli svo á staðinn sem að ég þarf að lagfæra 2 svar og fer ég á réttan stað. Og hann hér, það vantar hérna veldi á ytri svigan og svona og þá ég ánægður með þetta. Hér eru svona teikningar og annað, allir ekki þægilega bara að setja þessa lausn á blað og þá getum við líka sett nota sem sagt include graphics fyrir það og við gerum það þá bara næst. Jæja, þá skulum við svona aðeins átt okkur betur á því hvað þetta þýðir og þetta er ekki bara fínt að skoða til GeoGebru, hún er einhvern veginn svo notaleg, ég er nú með hana stilt á íslensku og sjá hvað ætlum að gera. Ætlum að vera með T sem rauða tölu, hvaða rauða tölu sem vera skal og hún á að drífa áfram þessi 2 hnit og langhlið þríhyrningsins verður föst. Þannig að þetta er þá svona eins og þríhyrningur þar sem að skammliðin og skammliðarnar er að færast samkvæmt jöfnu Pýþagórasar og það gefur okkur hring. Skulum bara teikna myndir af þessu. Svona og hérna er þetta við látum nú sko T-ið vera breytu en T frátekið sem frátekið sem þessi lína slunni og T allt í lagi og ekki getum við heldur nota X en við megum nota aðra bókstafi þá setja bara S í staðinn fyrir T í jöfnunni sem voru með áðan en það gefur okkur færi á því að láta S-ið hlaupa þess að þetta er bara ræðar tölur sem við sjáum skrifaðar sem tugabrot með 2 aukastöðum allt í lagi og við getum séð þessa tölu, við skulum setja hana á sko, alltaf T samt hérna, punktinn sjáum þetta sem sko jafna hreyfingu á lóðrétt ástöðum það getur ágætt að sjá þannig fyrir sér hérna er bara jöfn hreyfing, við erum bara að mæla samfellt, lítum á það þannig og þessi punktur stóra T ferðast eftir jöfnunarhraða á lóðrétt ástöðum allt í lagi en sko það sem að þetta dæmi sem vorum að skoða með pýþagórskar einingaþrenndir þýðir er að við maður líta á A sem x-hnit sem að ræðst af þessari tölu S. Við setjum þá inn formúluna, það var 1 mínus S í öðru, við setjum S í stað fyrir T-ið sem vorum með, þau megum ekki nota T-ið og deilt með 1 plus S, S í öðru og þá er A þessi tala, mínus 0,89. En við höfum ekki áhuga á henni núna, einnig og sér, heldur þurfum við að fá í-hnitið sem var 2S, S, deilt með 1 plus S í öðru. Og þess að við vorum að skoða þýðir það að við bara búum til punkt með þessa leiði A, B og látum S-ið færast. Þá á P samt sem ára alltaf verið fjarlæðinni 1 frá 0,0, ekki að setja 0,0 inn, hún veit alltaf, kallar hann alltaf O, ekki kalla þetta, hún setja að það tónið þetta. Og S leipur bara upp í 5 og niður í mínus 5. En það er hægt að gera meira GeoGebru, við getum fengið að sjá, sko,
í stillingum, sínum slóð og þá getum við haldið áfram að spila, slökkt á þessu og við svona samfærist að þetta sé einmitt hringur og kannski svona eins gaman að sjá hvað að gerast ef við skilgreinum svo kallan vesturpunkt á einingarhringnum. Hann í mín setli, það jú 0. Þetta bara vestur og venlega kalla ég þennan 1,0 austur og 0,1 norðurpunktinn og 0,-1 söðurpunktinn vegna þess að við notum þennan einingarhring svo mikið. En ef ekki aðeins að sjá meira áður en við hættum þessu, stoppum aðeins að spila og ég ætla að draga hálflínu frá vesturpunktinum í gegnum T til þess að sjá í raun og veru svona myndrænt sambandið. Ef við gerum sko línust eða hálflína. Hálflína, þarna kemur þetta, við erum að setja byrjunarpunkt og síðan punkt sem að hálflínan á að liggja í gegnum. Þannig ég ætla að velja hálflína og þetta, byrjunarpunktinu vesturpunkturinn. Svo ætla ég bara að fara í gegnum hennar punkt hér og svo gefur hún okkur eitthvað jöfn með línunar en við höfum ekki áhuga á því núna. Og nú keyrum við og sjáum við ekki, verður ekki þetta stækkunarglir á þetta. Nei, jú. En það sjáum við sem sagt að punktunum P sem að fer í hring en að því að T, ef við lítum á þetta sem hallatölu frá vesturpunkti til hægri upp í punktin T, það því að hallatalan fer í minnsta lagi niður -5 og síðan ef við höldum áfram að reisa þessa byggingu, það er þarna komið með hallatöluna, ansi háa, en þá náttúrulega sko sýnir okkur þessi hreyfing hvernig jöfn hreyfing hér ákvarðar formúlu fyrir hring. Svo getur maður velt því fyrir sér hvað ef við myndum vilja fá jafna hringhreyfingu hér, ef við stæðum hérna í miðjunu og vorum að kasta kúlu, eða vildum einhvern veginn bara hafa jafna hringhreyfingu, hvernig þyrfti inntakið T að vera. Við sjáum að T þyrfti núna hægja þess á sér og fara núna mikið hraðar til þess að P haldi áfram geti verið jafnri hringhreyfingu. Þetta höfum við allt eftir að skoða og auðvitað sjáum við að A hérna hlýtur að tengjast kósínus og B hérna hlýtur að tengjast sínus, en hvernig? Og hvað þarf í raun og veru S-ið að vera til þess að fá jöfnu hringhreyfinguna? Og jú, ef við hugsum málið til enda þá mæti kannski hugsa sem svo að það veri gott ef S væri tangens af miðhorninu þeta og þeta er látið, ég ætla að hlaupa í jafna hring en þá svona leysum við þetta allt aftur og bak. Við skulum ekki fjalla meira þetta en það er kannski gaman að sjá, eðlilegt að sjá hvað þessi jafnaði fyrst að skila þetta með þýðir. Svona, ég höldum þá áfram. Nú erum við búin að færa einn dæmi 1-10, skilja dæmi 1, næsta er svona. Gefnir eru punktarnir A sem hefur hnitið -3,1 og punktarnir B sem hefur hnitið -4,4. Við erum að reikna færsluna frá A til B. Næsti er reiknað stöðuvíkur, hún fær nafnið vaff, örinn fer ofan á af því að hann er bara einn bókstafur, færslan er eftir á móti 2 bókstafir sem svara til A, B og finnir síðan punktinn stóra vaff þannig að vígurinn vaff hafi sömu liði og færslan frá A til B og ég bara
gera langa sögu stutta og skoðum bara lausnirnar mínar. Lesum þetta saman. Sem sagt, þetta það sem við allt í lagi. Þá það fyrst dæmi 1, skoðum það. Lítum á mynd af 2 strikum og lítum á mynd af 2 strikum. Það strik, venjulega setjum við undir með vanda okkur, en þetta skilst bara frá B til C og síðan frá O til A sem hafa nákvæmlega sömu lengd. Nú, það sést á því að færslan frá B til C sama færsla og frá O til A. Svo horfa myndirnar, þetta ég færið hérna bara inn, tók afrita myndin og sett henni á skjalið mitt frá -5 til -1, það 4, lengdin 4, og svo frá hérna frá 1 upp 4, það 3, og svo hitt alveg ljóst, því hér að telja frá 0 upp 4 og frá 0, og svo frá x-axlum og upp í hæðina 3. Hvað svo, og trúan þetta allt sæmilega einfaldi reikningar okkur finnst, en þetta undirstöðatriði þannig við gefum okkur tími að átta okkur að þessu og það oft þægilegt að reikna allt í öðru veldi, þannig að hér höfum við 4 í öðru sem 16 pluss 3 í öðru sem 9 og 16 pluss 9 25 og regla Pýþagórasar segir þá vindir. Hérna hefur við valið þér að setja allt upp í réttindu nýtakerfi, þannig þetta sjálfkrafa regla Pýþagórasar sem gildir. Og samhitt 16 pluss 9 25 og þessa lengd þessa striks 5. Nú hér þríhyrningur hefur hornpunkta A 3,4, þannig hér 3 til hægri 4 upp. B hefur hnitinn 1,1 og C hefur hnitinn 4,2. Og að þess að reikna nokkuð, svona, þetta reikna en að þess að kannski skrifa nokkuð niður á blað, þá oft ágætt að gera þetta svona, öllum að fyrst að reikna út hvað þetta hérna langt, vegna þess að við erum að koma að staði hvort þessi þríhyrningur sé réttendur. Okkur veriðist sem svo að þetta sé skamhlið, þetta sé skamhlið og þetta sé langlið, en við erum bara að reikna. Og til að A í öðru, ég ætla að reikna hvað A í öðru Það 9, þeir eru 9 pluss 1, það 10. Sem sagt A í öðru 10. B í öðru. Til þess að finna hvað B það þarf ég náttúrulega að búa til réttindan þríhyrning, nota reglu Pýþagórasar. Þannig að við hérna 4 pluss 1 5. Þannig að B í öðru, sem sagt, svona, hann væri 5. Og þessi var komin, hann var 10 og þessi 5, þannig að A í öðru pluss B í öðru 15. Nú verður okkur mót 15 hér. Flatarmálið eru 15 svona reitir til þess að þríhyrningur sé réttendur og svo stíka ég bara hér upp. Ég þarf að fara hérna og hinga og verða að ferðast eftir láréttum og lóðréttum línum. Þetta 3 upp og 2 til hægri og ég hef bara áhuga færnistölunum. Þetta verða 9 pluss 4 sem verða 13 og 13 ekki sama 15 og þá get ég ályktað, þetta eru reikningar þegar þið viljið sjá þá, að A í öðru pluss B í öðru 15, C í öðru jafnt og 13 og þetta náttúrulega ekki það sama. Og þá þarf að svara spurningunni eins og hann borið fram, þríhyrningurinn réttendur? Ég svara þessu sem að skrifa hér. Nei, þríhyrningurinn ekki réttendur. Og þá erum komin að æfingu 2.1, þá er það skila lausn á henni. Og hérna erum við búntað -3,1, -4,4 og við finna færsluna frá A til B.
getum gert þetta bara í huganum. Þörfarbóti Vigur. Við erum fara frá A til B, þá séum við lokastaða mínus uppastaði hvori vitt. Byrjum á láréttu hnitunum, -4, -3 og það er það sem stendur hér, -1. Við sést hvað er bilið hér á milli -4 og -3, það er bara -1, við byrjum hér. Og hvað er lóðréttafærslan? Hún er frá 4. Hún er sem sagt lokastaða mínus uppastaða, hún er 3. Og síðan á búið stöðuvígur sem að hann byrja alltaf í O, eða 0,0 því tvívítt nýtakerfi, og hann er þá alltaf bara það sama. Þetta er sami vígurinn, þessi kallast færsla, þetta er stöðuvígur færslunar. Og við skrifum þetta bara svona. Fínt er þá, ég er búin að krota þetta á blað og nú þarf ég að færa þetta inn í bók. Ég ætla að breyta slitnum. Template settings. Og ég kemst það bara mjög hvítan. Það var bara þennan prófmann. Þess að við viljum alltaf blaðið sér sæmilega skýrt. Þetta skiptir engu sérstökum máli. Og nú þarf ég að koma þessi hvort og það hendar þessu verklagi mínu að geyma þetta hér. Þetta er svona og línuleg algebra vika 2, þetta er svona lausnir, þetta er ágætis. Og ég var búinn að þessu, að því að væri nú skipt liti, sá hinn litur kom ekki vel út. Þannig ég set þetta inn og þá get ég sótt þetta skjal í hérna. Ég get sótt þetta skjal og fært inn. Og hérna ætla ég þá að ná í það. Sjá, innra lausnirnar. Hingað ætla ég að færa PDF-skjal. Sæktu. Þetta var hér. Þessari mappu. Og hún heitir línuleg algebra vika 2. Og hún liði því upp snarlega. Nú þegar þetta komið hingað þá er þetta nú óþálega langt nafn. Skipti bara heiti af þessu og bara kalla þetta. Lausn. Svona. Þá er þetta komið og nú þarf ég kannski aðeins að velta fyrir mér. Ég ætla að fara að setja réttu blaðsíðuna inn og þetta nú að athuga númer hvað hann er og hvað er þið? Þetta er blaðsíða 9 af 16. Ég sé það hérna í horninu niðri. Blaðsíða 9, þá sæki ég hana og ég er búinn að keyra, þá get ég síðan smellt hér og farið á þann stað sem ég vil vera. Hérna er aðalskjalið og snirtilegt að færa þetta bara til bókar á nýrri síðu og hérna er þá það sem ég sé. Hér kemur lausnin og ég ætla að biðja það miðjujafnana og þó kemur það bara eftir og þá nota ég pakka sem að heitir Include Graphics og skipunin er svona Include Graphics og hérna ætla ég að setja ykkur á stillingar en já, sumir er með þetta bara sjálfvirkt, hún finnur þetta að þið skrifir lausnir. Þetta er semst í möppunni sem heitir lausnir og þar er skráin lausn. Ég þarf að segja á hvað blaðsíðu og nú að setja þetta. Það er blaðsíða 9
og svo þarf ég sérst að laga þetta eitthvað aðeins til. Að stórt já. Svona, veist að setja PDF líka hér. Og ætti ég nú að fá þetta hér. Þetta er alltaf stórt. En ég rána með litin, þannig að ég get nú kannski aðeins, sett bara hérna fyrir ofan. Bara færa þetta allt svona allt niður, skýrar að sjá þetta. Hérna er hotklofi, það var hann hér. Hann kemur á móti þessum hérna, þetta eru stillingarnar. Og setja hérna kannski fyrir ofan blaðsíðutælið eða neðan. Aðeins að minnka hana, allavega breiddina. Breiddin, FIDTH, á að vera kannski 0,70% af línubreidd. FIDTH. Vist, svona. Og svo ef ég væri nú á tölvunni minni, bara ekki á brettinu, þá maður kannski daldið svona liðugri en það maður þetta sést nokkra hvað ég er að gera, gott að sýna þetta á þessu tóli. Hvernig kemur þessi mynd út? Jú, þetta lítur bara ágætlega út. Ég ætla að miðjujafna, ég finnst það bara snirtilegt. Back and center og svo hérna fyrir neðan. Ég þarf að hafa þetta inn í skila að dæma umhverfinu. End center og þá sé ég nú að textin verður hérna svona fer í miðjuna og svo læra menn nú á sig. Ég ætla nú bara að lofa þess að vera 80% og svo ætla ég að klippa okkur finnst kannski fyrst þetta verður alltaf mikið viss en við erum líka að læra á tækni ég ætla að klippa burt þetta hérna laust, þetta þarf ekki að sjást þetta því að þetta er hér laust, ég þarf ekki að skrifa það aftur en ég ætla að klippa burt svona helmikið á blaðsíðunni og þá ætla ég að bæta við þessu hér trim og trim tekur inn 4 tölur og svo þarf að klippa því ég er búinn að klippa af. Þetta hérna tekur af við vinstri spássíðu, þetta tekur neðan af, þetta tekur af hægri spássíðu, þetta tekur ofan af og ég má nú alveg taka örugglega 11 cm ofan af og ég má taka eitthvað neðan af líka þessar 3 stjörnur þarna þurfa ekki að sjást þegar að giska á 5 cm svona og já, það með svo sem að vera jæja, tökum það bara að þessu og tökum líka meira ofan af og þá er þetta nú orðið bara snirtilegt held ég og þó mér þykir alltaf svolítið vænt þessar stjörnur, við skulum ekki að klippa þær burt þeim bara 5 aftur og svona höldum við áfram bara þá er þetta dæmi komið og þeim sem þykir það snirtilegt að láta sig að nýtt dæmi það getur verið þægilegt þegar maður er að fara inn í Gradescope eða bara skrifa clear page að því Gradescope býður númeringar þá þurfum við að tengja það er svo sem getur verið ruglandi held ég að færa til bókar mörg dæma sem er blaðsíðu þetta var skýrt svona þetta er bara portið er pappír sem þarf ekki að sprenta út og þetta lítur þó svona út og við skulum þá bara klára verkefnið ég á að því ég var búin að reikna á svona blað öll dæmi sem við beðum við skulum bara renna í gegnum þetta svo þegar við komum að skila dæmi
skulum við bara færa það inn. Svona. Þannig að þetta komið inn og svo áttum við að reikna dæmi 1 og 2 í kafla 2.2, heimandæmi og skiladæmi 5. Og hérna það sem ég skrifaði hjá mér, ég skrifa alltaf upp dæmin, mér finnst það bara betra. Og það er svona, punktur P er í fjarlægðinni 2 frá upphafspunkti litatjarfisins. Og hann hefur stefnuhorn þeta, það kentur punktinn, mælt alltaf hérna, frá láréttum raunás, 60 gráður. Og svo teikna ég myndina hérna. Gefur staðsetningu P í skautnitum og réttindum hnitum, umritið í bógæningar. Og skulum ekkert að tefja okkur með MATLAB en þetta er þá bara eitthvað sem ég getur skrifað inn í MATLAB. Ég reyndi að skrifa þetta upp hérna, fínt að skoða það þá. Nú skautnitjafnan segir ef þú hefur horn, hafirðu horn og geisla, þá er x-nitið geislinn sinnum kósinus af horninu og svo setjum við þetta bara inn, 2 sinnum kósinus er 60 og sumir vita það bara, frá fornu vari að kósinus er 60 gráður hálfur. Ef að þetta er einingarhring, þá er kósinus hálfur, kósinus 60 hálfur. En þetta er ekki einingarhringur, heldur hann var geislan 2, þess vegna verður fyrrarhnit 1 og setanhnittir er sín þeta og það er geislinn sinnum sínus er 60. Og kannski vita það einhverjir að sínus er 60 rótina 3 deilt með 2. En við rifum þetta allt upp svo sem í næstu viku og hérna skrifaði ég upp skriftuna. Maður byrjar að skrifa eitthvað svona, hreinsa allt úr vinnurými, hreinsa skjáinn og til þess að fá 4 aukastæfi skrifa með format short og til þess að þjappa bara útprentuninni alltaf saman, setja mjög langt á milli lína og skrifa maður oft format compact og svo skrifa maður bara inn tölurnar, þetta er reiknivél, að R er 2 og svo setja ég semikommu til þess að stöða útprentun, ég vil ekkert sjá það eða þarðis ekki og hornið sem var gefið, það heitir þeta á grísku og svo að þetta kannski bara dátil lýsandi, breytu heiti, þeta deg eða í gráðum er 60 og svo læt ég MATLAB að reikna þetta út. X-nit.sins P er R sinnum kosinus af þeta deg og af því þetta er gráður þá þarf ég að hafa D hér, svo MATLAB viti að þetta er gráðutal, kosinus í gráðum. Sama með íhnitið, Epsilon P er R sinnum sínus í gráðumtalið og ég sé nú hérna að þetta er í gráðum. En svo kunnum við þetta núna, ætlum að breyta gráðum í bógaeiningar, þess að raunverulega lengdir á einingarhringnum, að við förum sem sagt 60 gráður eftir einingarhringnum, sem sagt geisla með hring með geisla 1, þá þurfum við að setja hérna upp þessa hlutfallajöfnu og pi samsvarar 180 og svo notum við 60 hérna 60 á móti 180 er þriðjungur, þannig þetta er 60 á móti 180 er þriðji sinnum pi og pi er 3,14 svo nokkuð veginn 14,15 og ef við deilum með 3 upp í pi þá fáum við tölu sem er aðeins stærri en 1 þannig að það eru hið raunverulega mál eftir einingarhring, þetta er talan 1 og við sjáum að við erum aðeins frá 1,57 sem er við fengjum ef við færum fjórðung úr hringnum. En allt í lagi þessu áttum við ekki að skila og næsta gefið að punkturinn mínus 1,3, þannig til P liggur á hringferli sem er miðju í þessu punkti hér, 2,1. Þetta er kannski að nota þetta hér. Það er bara betra.
Finnið jöfnu hringsins og rissið upp afstöðumynd. Allt í lagi. Þessi á hringnum, þessi punktur hérna og hér miðjan. Þar með höfum við möguleika á því að reikna út geislarhringsins eða radius. Og þar með vitum við allt. Við vitum miðjun á honum, við vitum að það er farið vegalengdin frá C til P. Í heilan hring við látum hringfaran snúast og þar með jafn ákomin. Við þurfum að reikna, þægilegt að reikna allt í öðru veldi eins og töluðum. Sem sagt, hvernig reiknum við þetta? Þetta er mismunurinn á x-nitunum, það er frá C til P er -1, -2, það er -3. Setjum það hérna og lokastaða -uppastaða 3 -2 er 3 -1 er 2 og setjum þetta í annað veldi sökvatreglu Pýþagórasar, þetta verða 13. Þannig geislinn í öðru veldi er 13. Við þurfum ekki að reikna lengdir vegna þess að formúla fyrir jöfnu hrings sem hefur miðju í punkti C, þá skrifum það x-nit með nafnbólsins í fótvísi og í-nitið í með fótvísi. Geislinn er R. Þetta er alltaf jafnan, alltaf eftir hinn almenna jafna hrings. Og þýðir það að þú þarft að finna lengdina frá C, lárétta lengdin frá miðpunktinum, eða segja satt, x-niti miðpunktsins og síðan hversu langt þarf að fara með í frá lóðréttu niti punktsins og regla Pýþagórasar segir nákvæmlega þetta hér. Þetta er langlið einhvers þríhyrnings sem er alltaf að ferðast í hring og það er auðvitað ekki hægt að setja hvaða tölur sem vera skalinn eins og jöfnu heldur nákvæmlega þær sem að gefa í öðru og það myndar þá hring. Og við setjum þá tölunar inn. C var 2,1. Við færum þá það hér inn, samkvæmt jöfnunni. Og svo er x og y breytur. Og þau mynda alltaf pör sem að gefa þá ferli. En, nei, ég átti ekki að skilja þessu. Hér er skiladæmi. Til skiladæmi 5 hakjum við þá punkta sem liggja á einingarhring með miðju í þessu punkti 0,0. Stutt leiðir setja punkturinn ekki á kepru eða matlöp og teikna kannski líka þennan upp og stara bara á þetta. Kannski gerum það. En samt blasir við að starffræðin segir reiknaðu bara út sem sagt, ef ekki bara segja ferning langleiðarinnar. Þessi punktur hérna sem er stattur í 0,9 og hvað er við reiknum sem sagt fjarlægðin svo 0 í að því að við áttum að vera í 0,0. Náttúrulega 9 sem 9 er 81 og hérna er þá 2, þetta er 0,9 sem 0,9, 2, svo teljum við fjölda aukastafa. Þeir aftan komu, þeir eru 2, þess vegna gerum við 0,81. Og þetta er bara tvísa sem 0,81 sem er greinlega stærra neyti, þurfum ekki eins og að reikna það út. 0,8 í öðru er 0,64, við erum með 2 svoleiðis stykki, þannig að þetta fyrir 1. Þannig að þessi punktar eru utan við einingarhringinn. En 0,6, þetta er 606 og 36 og við erum með þetta hér, þetta er greinlega vinur 1. 0,72 og hérna punkturinn 8, 10 og 6, 10 hérna við ég sé þennan áður, hann er á einingarhringnum 8, 10 8 eru 64, 10 eru 100 6 eru 36 og 10 eru 100 64 pluss 36 eru 100 og 100 á móti 100 er 1 þannig að þessi er þarna og þá áttu að haka við 5 og 12 og 11 og 12 ég prófa það bara 5 eru 25, 11 eru 121 og svo deilum við fáum nefnar 144 og 144 og
ef við myndum nú teikna mynd þá erum nú býsta nálægt í þetta maður að þið sé inn til þess að sjá hvort hann á hringnum. Þetta rétt rúmlega rétt utan við einingarhringinn og 5, 13 og 12, 13 sé þennan áður. Þetta Pýþagórsk þrennd og 5 er 25, 12 er 144, 25 + 144, 169 og nefnarinn 169, þannig þessir á hringnum. Og svo kannski bara svona vanda þetta halda áfram. Rótin af 3 í öðru 3 og rótin af 2 í öðru 2 og það fjarki í nefnara. Þetta fá 5/4, þessi svona aðeins utan við hringinn, en þessi hér. Rótin af 3 er 3 og 2 í öðru 4, 1 í öðru 1, 2 í öðru 4, þetta verða 4 á móti 4. Þessi líka hringnum. 3 af þessum punktum eru á hringnum. Það svo sem aðeins bara sett inn nokkra af þessum punktum inn í GeoGebra, svona bara gamni. Þá geta æfa sig í GeoGebra eða. Og svo kannski setja þetta inn. Sjá hvernig að setja þetta inn í MATLAB síðar. GeoGebra þægileg. Þar ertu nú. GeoGebra Classic, förum bara í hana. Og ef við setjum inn í jöfnu einingarhringsins, þá það er x mínus 0. Þess að tákna x í öðru. Og skrifum náttúrulega bara x í öðru, þetta, en ég ætla samt að sýna það núna. Og y mínus 0 í öðru. Og geislinn er 1 og þá fáum við einingarhringinn. EQ1 ekki að kalla hann eitthvað annað. Það er ekki hægt í þessu. Það er svo sem ekki máli. Og ef við veljum síðan að setja inn eitthvað af þessum punktum. Við vorum með punktin 0,9. Skoðum bara beintu. 0,9, komma 0,9 og sjáum hann lendir þetta fyrir utan. Við vorum búin að reikna það út að hann er fyrir utan og hverju voru þarna fleiri. Tökum bara einn svona gamni. Þessi er á og þessi er á og þessi er á. Sjáum þessi lendir fyrir innan 0,6, 0,6. Við erum bara svona á tilfinningu fyrir þessu öllu saman. Þetta er nú gæti rétt nöfn á punktunum miðað við verkefnið. Það er að sjá þetta 0,6 og svo 0,6. Þessi alltaf punktar af þessum x-nýtt og y-nýtt og hljóta því að vera á línunni slínant og x. Svona. En svo getum við gert eitt að gafna okkar. Við sjáum alltaf alveg sama. Við búum hérna til. Búum hérna til. Við bara breytum við það bara s og svo segjum við bara hvað þennan punkt hér. 1 mínus s í öðru. Á móti 1 plus s í öðru og svo kemur hinn á 2s á móti 1 plus s í öðru. Ætli hann sé á einingarhringnum. Svona, já, og það er alltaf gaman að sjá þetta. Nema hvað að já, þetta kann. Stoppa, það er agalegt. Hann týndu honum bara. Ég fór að hinga. Hvernig er þetta allt fast? Leyfi mér ekki að fara hérna inn, þetta er allt öðru við að sjá þessu neti.
og það sem ég á auðvitað að gera er að fara í bara forritið mitt sem að búin að hala niður. Þannig er GeoGebra Classic og á íslensku. Jæja, skulum ekki dvelja við þetta, en ég sé satt. Já, nei. Satt ekki alveg sáttu við þetta. Maður á bara að geta farið hér inn, hún leyfir mér það ekki. En núna gerur hún það. Nei. Núna vil ég sjá hún. Sem sagt, sér hver af þessum punktum. Það voru 3 punktar sem voru gefnir í þessu verkefni sem var lág á hringnum og það er til eitthvað S fyrir sér hvað þeirra sem gefur þá. Það er svona. Þessu vil ég fá að sjá. Þetta er sem sagt stíkurinn sem var notuð lönguðurna kosinu sem sýnis voru til. Og það er alveg ástæða fyrir því og þetta læra margt af henni. En jæja. Þannig að stoppa þú og dreifum bara á þessu. Og þannig að því hakið þarna við já, ég skal gera það þetta, ég er að lesa það við. Já, haka við punkta D, F og H. Já. Ég horfi bara á þetta hérna. 8, 10, þessi á að vera. Svona. Og 5, 13, 12, 13, hann er líka. 5, 13, 12, 13, hann er hér. Og þennan hérna þekki ég það svo síðasti. Svona. Hérna, já, þessi, já, þessi, já, aðrir, nei. Ég skulum það ljúka þessu. Stórkonni æfinga 3.1. Við maður skilja dæmi 1 og dæmi 3. Og dæmi 1 í kafla 3.1. Skrifið upp stöðuvira, punktana A og B. A er 2, -3, B er 1,1. Finnið færsluna frá A til B og lengd hennar. Og allt í lagi stöðuvi punktsins A sem hefur hnitinn 2, -4 er vígurinn litla a, svona venja, punktar eru gefnir með hástaf en vígrar, stöðuvigrar þar að segja. Þannig að þetta er stöðuvigur. Jæja, er þá litla a með ör ofan á og stöðuvigurinn hefur liðina 2,-4, punkturinn hefur hnitinn 2,-4. Stöðuvigur punktsins B 1,1 er vígur með liðin 1 og 1. Síðan hefur við að reikna færsluna frá A til B. Þá förum við hérna frá
2,-4 til 1,1 og hérna sýnir nú bara myndina AB, þá má líka skrifa þetta svona að færslan frá A til B er stöðugur B mínus stöðugur A og svo setjum við bara inn tölvurnar og færslan frá A til B er 1 til vinstri og 5 upp. Hérna er nú kannski mátt setja grind en allt í lagi. Æfing 2 í kafla 3.1 stöðuvira punktana A sem að hefur 2,-4 og punktsins B sem hefur liðin 1,1 eru A litla A jafnt á 2,-4 og B er 1,1. Teknir punktana og stöðuvira þeirra inn í hneitasléttu ásamt hornalínu vigrum og samsíðungsins sem á B spanna og þá er átt við að við að skoða þessar hornalínur sem að summan gefur og mismunurinn gefur. Hérna er A og hérna er B. Ef við leggjum A við B þá eru að mynda hérna B plus A og hann fer hingað í þennan vígur sem heitir A plus B. Stundum er hann skýrður eitthvað til dæmis C. En ég sýni hérna líka A plus B, hann endur þetta á sama stað. Aftur á móti A minus B, hann er þá dreginn frá stöðuviri punktsins B yfir í stöðuviri punktsins A og hérna er ekki klárað þetta. Hérna á að setja inn auðvitað tölur en við getum svo sem bara gert þetta í huganum. Sem sagt A plus B er 3 mínus 3. Sem sagt 1, 2, 3 og 3 niður. Og A mínus B er þá 2 mínus 1 og mínus 4 mínus 1 mínus 5. Það er að segja þessu hérna færsla. Og svo alltaf að skilja þessu dæmi, ég gera þetta í fyrirlestri. Lið þessa stæðu A1 mínus B1 í örveldi, A2 mínus B2 í örveldi og sýnið að þau eru búin margfaldi og svigum að öðru að þetta fáist. Þetta er það sem að gaf fólki fyrst hugmyndinu debilfeldi og þetta er svo sem bara að reikna. Hér höfum ferningsreglu mismunar og það gefur þess að 3 hérna liði. Aftur ferningsregla mismunar sem gefur þess að hérna 3 liði. Og við tökum ferningstölunar A1, B1, A1 í öru, B1 í öru, A2 í öru og B2 í öru og röðum þessu bara upp. Hérna tökum við tvist út fyrir sviga og þetta var nú verkefnið. Og ég setja þetta snöggvast inn kannski. Og blaðsýrar í með. Þannig að það ég þarf að færa inn blaðsýr 13 og 15. Þannig. Ég var búinn að setja inn skjalið með öllu þessu lausnum. Ég vil að setja inn 13 og 15. Hérna setja ég 13 og þannig að ég hafa nafnið svona. Og það er þetta.
Setjum þetta hérna og sem afrita bara allt, sem allt í lagi. Það ágætt að gera þetta. Ég þess að æfa sig. Ég ætla að miðjöfna bara strax núna. Og svo setja ég inn í miðjujöfnunar umhverfið. Myndirnar. Hérna eru stillingar og hérna ætla ég að setja myndina. Það er og í þessara möppu lausnir er skjalið lausn. Séð þarna uppi. Það er PDF skjal og hérna að skilja í þetta eins og eftir og það var blaðsíða 13. Ég er nú eiginlega alveg viss að við þurfum að breyta strax. Setjum bara 0,7. Hérna. Svo hvernig þetta kemur út. Kannski ætti ég að hafa clear page þetta fyrir ofan. Og þó þetta nú þarf að eini. Þannig að það ekki hér lofum bara það svöru sem blaðsíð. Svona eðlilegt núna. En textinn hérna þessi skrif upp dæmið, ég þarf náttúrulega ekki að gera það aftur. Þannig ég ætla að klippa, ég horfi á þetta svona, hvað ég var að segja, ofan af, það er hér 8 centimetra. Það er leitt að vinna á þetta bretti svona byggt. Jæja, ég læri það bara. Og keyri. Ég má klippa örlítið meira af. Það taka 9 centimetra ofan af. Já, ég má taka 10. Prófum bara 11. Og þá er, nei, ég tók á mikið. Og þá var þetta bara allt í lagi, svona. Nú, hérna þetta voru blaðsíðu 15 og ég er núna að prófa að taka bara þetta sem ég er búinn að gera. Sjá hvernig það kemur út. Ég hafi þetta nú á nýri blaðsíðu. Og þannig kemur það út. Og breyti ég þessu bara í 15. Og þá er hún komin inn. Og það er kannski aðeins að laga afskurðinn. Já. Ég má ekki taka svona mikið ofan af. Sjáum bara hvernig þetta lítur út í heild sinni. Á ekki að taka samt svona 4 centimetra af. Ofan frá að því ég skrifa alltaf upp, sko. 4 centimetra. Textan, hann má svo smálega vera, auðvitað er ekki að því. Þannig. Já, þarna ætti ég að hafa skól 8.5, þá tek ég þarna
lausn af. Þetta ekkert aðalatriði, en svona aðeins. Bara þetta vel, með það hvernig ég að gera þetta núna, hefði þetta hafa svona smá meira bíl á milli lausnarinnar og síðan sér að regna. Og ég þarf náttúrulega ekkert að hafa þetta með. Þannig ég get ekki neðan af, ég get ekki helling neðan af. Segjum bara 12 centimetra. Svona. Já, ég ætla nú kannski að taka meira. Það er 14. Svo þá er þetta bara komið. Og skilja þetta með 1 þarna, skilja þetta með 2, þú skulum að stækka þetta svolítið lítið. Færa þetta aðeins til, svona. Dæmi 1, þetta er alltaf réttum stað. Dæmi 2 er hér. Skilja dæmi 3 og 4, ég hef það á bara einni síðu. Og skilja dæmi 5. Svona, kannski bara að setja þetta inn í dagbókina. Fyrst við höfum ekki dæma tíma. Og við stæði þetta bara. Segja þetta bara gott.